Já, ráðstefnustjóri og góðu gestir. Virkilega gaman að sjá hvað eru margir. First to you, Gerd, thank you very much for coming here. It's a great honor to have you here. I want to quote our mutual friend, Christian Kettles, the principal associate of Professor Michael Porter. He said that you have got yourself one of the best lecturers on clusters in Europe. So, takk, já, það sem ég vil tala hér núna, ég ætla að tala ég ætla nú ekki að fara að skilgreina hvað klasar séu. Það held ég að væri að æra óstöðugan eftir þessi tvö erindi sem voru haldin, þessi flottu erindi sem hafa verið haldin hér. En langar að meginmál mitt verður tengd samkeppnishæfni annars vegar og klasa hins vegar. Og örlítið klasa þróun og síðan hvort að, sem yfirskrift þessa erindis míns, hvort að klasa séu yfirleitt mikilvægir í þessu samhengi eða ekki. Og hvað klasi? Bara östuð, þetta hefur verið skilgreint sem landfræðileg þyrping fyrirtækja og stofnana á ákveðnu sviði sem eiga sameiginlega hagsmuni og stuðningsnet. Grunnhugmyndin með klasastjórnun og klasauppbyggingu að mannamáli 1+1 verða stærri en 2. Þetta hægt ef að réttum aðferðum beitt og það má í rauninni segja frá 1990 þegar þetta tímamótaverk Michael Porter kemur út, The Competitive Advantage of Nations, hefur átt sér stað mikil þróun, menn hafa rekið sig á og menn hafa reynt að tileinka sér hvað það sem í rauninni virkar í klasasamstarfi og hvað ekki. En hvað samkeppnishæfni? Samkeppnishæfni hugtak sem eins og klasar töluvert, menn leggja það mismunandi skilning. Bara orðið samkeppni sem í þessu orði hræðir marga. Halda þetta sé þá bara nú að lækka skatta á einhver hlutafélag þannig að einhverjir kapital sem geta ekki rætt meir, ég hef heyrt þetta. En í rauninni snýst samkeppnishæfni hagsæld og velferð og betri lífskjör okkur til handa og til barna okkar. Annað orðið við samkeppnishæfni í rauninni productivity eða framleiðni. Þetta bara grunnhugtakið í hagfræðinni, við erum að takmörkuð gæði, takmarkaða resúrsa og vinna betur úr þeim þannig að við erum að skapa meiri verðmæti. Grunnur alls þessa síðan nýsköpun. Og nýsköpun á sér stað að mestum hluti í starfandi fyrirtækjum og innan akademíu og svo framvegis. Þetta snýst sem sagt að bæta lífskjör og hagsæld og velferð íbúanna á tilteknum svæðum. Hagsældin getur verið komið til af ýmsum ástæðum. Hún getur verið bæði áunnin annars vegar, hún getur líka verið ásköpuð. Áunnin eru til dæmis þjóðir sem að taka í arf mikla náttúruauðlindir. Við þekkjum það. En það bara ekki nægilegt. Við þekkjum dæmi gríðarlega auðug samfélög af náttúruauðlindum eins og Rússland, Araparíkin, Venezuela. En hvernig eru lífskjör, hvernig hagsældin þar? Hún ekki góð. Við höfum önnur ríki eins og Holland, Danmörku og svo framvegis. Fjarri því að vera ríka náttúruauðlindir nánast snauð, en þar hagsæld góð og mikil. Þannig að það sem skiptir máli hvernig við vinnum úr þeim takmörkuðu gæðum sem við höfum. Og þar klasaverkfærið mjög mikilvægt. Hvað það sem ræður samkeppnishæfni? Hvað það sem hefur úrslitaáhrif á hvort að þú samkeppnishæfur eða ekki? Samkeppnishæfni hefur verið mæld á marga vegu, Sameinuðu þjóðirnar marga félagslega mælikvarða, margir þekkja World Economic Forum með sína 12 stoðir og svo framvegis. Það sem ég og fleiri við erum aðhyllumst, það það sem við köllum annars vegar þessi tvískipting samkeppnishæfninnar. Annars vegar macroeconomic competitiveness og hins vegar microeconomic competitiveness. Macroeconomic competitiveness þarf að segja hinn þjóðhagslegi þáttur, hann skiptist í tvennt. Annars vegar það sem við tölum almennt að sé hagstjórn. Það fiscal policy og monetary policy. Fiscal policy, það eru ríkisfjármálin, það eru skattar og fleira slíkt í þeim dúr. Monetary policy það sem snýr að peningaðgerðum, vextir, verðbólga, það sem undir Seðlabanka og svo framvegis, peningmagn umferð. Þetta þarf að vera í lagi. Hin hliðin af því sem lítur að macroeconomic competitiveness, það skiptist í þrennt, það að segja, það svona human development, það að segja infrastruktúrin, menntakerfið, heilbrigðiskerfið, jafnréttismál og svo framvegis, hvernig slíku fyrirkomið í einu samfélagi. Við erum að tala dómskerfið, við erum að tala réttarfar,
eignaréttur og svo framvegis og að lokum stjórnmálakerfi, bæði löggjafan annars vegar og stjórnsýsluna hins vegar. Þessir þættir, það sem snýr sem sagt að macroeconomic policy, þetta tvennt þetta eins og menn segja í stærðfræðinni, þetta nauðsynlegt skilyrði samkeppnisefni en ekki nægilegt. Það er ekki þarna sem að hinn eiginleg lífskjara bót eða hagsældin verður til. Hún verður til á hinni hlið peningsins, það er að segja það sem snýr að microeconomic competitiveness. Og hvernig er það samansett? Já, það er samansett þannig að þú ert með þessi þrjú, þú ert með í fyrsta lagi, það er að segja guli flöturinn hennar, sem heitir Sophistication of Company Operation and Strategy. Það er að segja, það eru mælikvarðar sem eru settir í gang og það er mælt hversu hæf eru fyrirtæki til þess annars vegar að móta stefnu og hins vegar að óperera eða reka sig. Hversu vel er fyrirtæki stjórnað? Og af því þetta nú allt úr kenningabálki Michael Porter þá sækir hann þessa viðmiðanir og sína mælikvarða inn í sína teóriu sem spanna náttúrulega allt frá 1980. Virðiskeðjan og fleira. Það eru mældir sem sagt þeir parametrar, þeir breytur sem hafa úrslita áhrif hvernig fyrirtæki með stjórnað og það er hægt að mæla þetta. Í öðru lagi, og þetta er sem sagt hinn innri skilyrði í rekstri fyrirtækja. Síðan tekurðu það sem að kalla National Business Environment og þetta er ytri starfsskilyrði fyrirtækja og atvinnugreina og hvernig þeim er fyrir komið. Og þarna tiltekur hann ákveðu verkfæri sem að margir þekkja hérna það er að segja demandurinn. Hvernig framboðsskilur honum háð, hvernig eftirspurnaskilur honum háð, hvernig samkeppnin er á markaði, tengst við aðra atvinnugreinar og svo framvegis. Og þetta er sem sagt, þetta er mælt, en það sem í rauninni gegnir lykilhlutverki í þessu öllu saman. Þetta er demandurinn og það er í rauninni hvernig klasar eru uppbyggðir. Þannig að þetta er ákveðin þungamiðja í uppbyggingu samkeppnishæfni samfélaga að það er hvernig starfsskilyrði bæði innri og ytri hjá fyrirtækjum innan klasa séu tryggð. Og þetta er náttúrulega, þetta er mjög áhugavert, ekki síst í ljósi þess að þegar menn í þessar umræðu allri klasa að menn gerir sér þá mjög vel grein fyrir hvernig best er að haga ytra starfsskilyrði fyrir klasana. Þannig að þessi heildarmynd, hún svona, og með því að mæla þetta rétt, að þá, eftir bestu getu, að þá telja þessi vera komni með ákveði líkan sem að mæli samkeppnishæfni þjóða. Og það er nú gaman að, lykilatriði þetta, að það eru innan klasana sem að það verður til þessi framleiðni og betri rekstur á einstaka fyrirtæki. Það eru klasarnir sem eru aflvaki nýsköpunar. Það eru klasar sem að verða þessi valdandi að það verða stofnuð ný fyrirtæki og frumkvöðlastarfsemi eykst. Það sem er mjög mikilvægt líka er að klasar, þeir eru ekki eyland eða oft eru þeir það ekki. Þeir tengjast hvorum öðrum. Hér höfum við sem sagt dæmi marga klasa frá Kaliforníu í Bandaríkjunum og þarna sem sagt hvernig þeir tengjast hvorum öðrum. Og af því að við erum hér á eftir að fara að heyra mjög áhugaverð erindi frá 4 klösum, að þá datt mér í huga að setja saman hvernig í rauninni klasar á Íslandi geta tengst og hvernig þeir tengjast. Við erum hérna með sem sagt Iceland Geothermal, við erum með healthcare, tourism og sjávarklasan og síðan annan klasa sem er reyndar Michael Porter þegar hann kom hér 2006 taldi vera annan tveggja af því sem að væri svona established cluster fyrir utan sjávarútveginn. Það er að segja, hann kallaði það reyndar energy intensive metal production sem er að stofni til álið. Við getum bætt kannski járnblendinu og kísilmálminu við en þetta til dæmis varðandi álið að ef Helguvík verður að veruleika þá er Ísland orðið jafn stórt álframleiðsluríki og Noregur sem þykir í fararbroddi á því sviði í heiminum. En það sem í rauninni er lykilatriði og ég er alveg sammála því sem að Gerd var að segja að það borgar sig ekki endilega að stofna klasa eða að ýta undir alla klasa sem til eru. Menn eiga að vanda sig og gera það vel og menn eiga að taka sér tíma í það. Það er allavega það sem við höfum reynt að gera í jarðvarmaklasanum og Þóra mun fara betur yfir það á eftir. Ég held að sígandi lukka í þessu sé betri. Það er ekki til sem heitir töfralausn í þessu. Vöndum okkur.
Og þetta mjög spennandi að heyra þessi 4 erindi hér á eftir og til gamans og ekki bara til gamans. Ég var svo lánsamur að fá að fara með Runólfi Smára á 3 daga seminar í Harvard núna í desember. Og þar var Michael Porter að undirbúa þetta námskeið sem að Runólfur og Gylfi Magnússon, sem einnig var með okkur, kenna af mikilli snilld upp í háskóla og gríðarlega mikill framtíðar ávinningur fyrir klasahugsun í þessu landi að kenna þetta með þessum hætti. Og þar kynnt hann til sögunar niðurstöður sem þeir í Harvard hafa einmitt komið með, og þetta reyndar, ég segi nú bara eins og ráðherrann náðan, þið segið ekki nokkur manni frá þessu, ég veit ekki hvort ég mátti birta þetta. Jú, ég fékk reyndar leyfi til þess, en þetta allavega það sem þeir mæla Ísland samkvæmt þessu módeli sem ég var að kynna þið áðan. Og við sjáum að í microeconomic competence, það að segja rekstrarhagfræðilegu samkeppninni, þá erum við númer í Company Operational Strategy í 25. sæti og National Business Environment þar erum við 29. Það að segja í 28. sæti hvað varðar microeconomic competitiveness, sem ágætt. Reyndar töluvert neðar en við höfum yfirleitt verið í World Economic Forum undanfarið. Hér átti sér stað eitt stykki hrun sem kannski munið eftir. Nú, ef við tökum macroeconomic competitiveness, þá er myndin dálítið merkileg. Við erum í 30. sæti, þetta eru 132 þjóðir sem eru teknar í þetta þýði. Það erum við í 30. sæti sem varðar löggjafan og stjórnsýsluna. Og það þrátt fyrir að á 4 árum hefur til dæmis traust á löggjafan, samkvæmt Capacent farið úr 43% í 11%. En 30. sæti, ekki slæm. Réttarkerfið, það mikið tiltrú þar, 14%. En það sem hann talar það sem þeir mæla þarna human development. Það að segja heilbrigðiskerfið, menntakerfið, infrastruktúrin og svo framvegis. Og margt í svona í umhverfi fyrirtæki og annað human development í 7. sæti sem mjög gott. Virkilega framalega þar. Og það kannski þess vegna og fyrirsögn á þessari glæru Iceland will be fine. Ég var reyndar settur í svona byrjendakurs þarna hjá Porter með hann Runólfur og Gylfi fóru í prófessora hlutan sko, og hann hélt ræðu þarna yfir einhverjum 150 manns þarna, og hann byrjaði þegar þessi glæra kom þá sagði hann Iceland will be fine. Ég vissi það. Ef ég ætti að kaupa hlutabréfastaðar, myndi ég gera á Íslandi. Fólk leit á mig forviða þarna en virkilega gaman að því, en hann segir að það út af þessu hér. Það út af því að ég hef trú á fólkinu. Ég hef trú á fólkinu, ekki endilega fiskum með orkun, ég hef trú á fólkinu. Þetta alltaf merkilegt að heyra. Hins vegar, það sem snýr að macroeconomic policy, þar er myndin aðeins öðruvísi. Þar erum við númer 130 af 132. Og ég held að það séu Zimbabwe og Írak sem sé fyrir neðan. En þú ekki alveg að fara með það. Og þetta er hins vegar reiknað út frá bara hard data. Þetta er náttúrulega, við erum í gjaldeyrisöft og fleira. Það er margt í þessu umhverfi okkar sem að náttúrulega hlýtur að fara upp á við. Allavega, við erum neðar þarna henn á FIFA-listanum, hugsið ykkur. Ég held að það er ekki hægt. En gott og vel, aftur að klösum. Klasar geta verið á mörgum stigum, en þetta er svona landfræðileg afmörkun, og hérna höfum við dæmi vel heppnuð prógram sem að vera sett á þessu sviði, og eins og sjá, þetta er ekki bara þjóðríki, þetta eru fylki og svo framvegis. Þannig að það sem mig langar hins vegar að segja frá er að menn hafa að tala hérna top down og bottom up, og það sem er kannski lykilatriði er að bottom up, að eins og Gerd var að segja hérna á hana business impact eða áhrif á iðnaðinn, að þeim mun meira sem hann er bottom up, þeim mun vænlegri er það til árangurs. Rannsóknir hafa sýnt það. Hins vegar það þarf líka ákveðna top-down stefnumörkun frá hinn opinber, ekki síst á makroekonomik hliðinni. Við skulum bara, mér langar að rifja hérna upp þegar Porter kom hérna fyrst 2006, og þá var hann hérna á neðri hæðinni, fyrir saman 340 manns, og mér minnist þetta sem hann sagði hérna hvernig við ættum að byggja samkeppnisefni. Við skulum reyna að gá hvort að þetta sé ekki. Economic development, by and large, used to be a top-down, government-driven process. Today, that doesn't work. Doesn't matter how smart government leaders are. It truly doesn't matter. They can be geniuses. There's no way the government leaders can figure out what business needs, what skills, what regulations.
without the active involvement of the private sector. Economic development has inevitably become a collaborative process now. It has to be a collaborative process. And it increasingly involves not just government, but the private sector, not just the private sector, but the university sector, not just the university sector, but the collaborative institutions, the industry groups, and so forth, that all hopefully can create a constructive dialogue about productivity. What is it that we need to do here to build up our productivity? What are we lacking? What skills do we not develop? What infrastructure do we need? That process cannot be answered by government. How does government know the details of what some cluster is going to need in terms of policies? It has to be a collaborative process. So there has to be a mutual respect between business and government. Again, a lot of countries, there is no respect. Government hates business, business hates the government. It doesn't work. It just doesn't work anymore. If that's the way you're behaving, you're not going to ultimately make much progress. And this is truer and truer and truer the more advanced the economy. Economic development, by and large, used to be a top-down, government-driven process. Ég ekki byrja þess aftur, en skilabóður eru skýr. Gagnkvæm virðing, samræðan, það er það sem ég finnst mjög heillandi og ánægjuleg þróun til dæmis í jarðvarmaklassanum, að stjórnvöld hafa svona verið að koma og svona banka upp á og vilja vinna með honum. Það finnst mér mjög jákvætt og það er í ganga ákveðna viðræður og ég skulum bara vona að þetta sé allra hagur að slík samvinna muni aukast. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt fyrir. Og hann talaði líka þetta var ekki bara business og þetta var ekki bara atvinnulífið og stjórnvöld, það er líka stofnanir sem eru mjög mikilvægar. Þess vegna mjög ánægilegt að af þessu málþingi standa með okkur Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Rannsóknar og Rannís og vil þakka Þorstein Inga og Hallgrími sem báðir eru hér í salnum. Og Hallgrímur, þú vonandi að Ásgeirssonuðinn spili vel á móti Ungverjum þannig að við vinnum Frakkann í dag. En það sem er mjög mikilvægt er að þessi samræða eigi sér stað og ég held að okkur miði ekki áfram nema að tala saman og vinna saman. Það er það sem við stefnum að. Þetta er í sjálfu sér ekki nýtt undir sólinni. Það hefur oft verið talað á þess að menn hafa endilega vita það og það er langt síðan menn byrja að tala klasa. Hver er ég byrjuð á því? Menn tala alltaf að Porter hafi fundið þetta upp. Það er ekki rétt. Menn tala að þessi maður hafi gert það. Í Politeia, ríkjunu, höfuðriti sínu, þá var þessi lærisveinn Sókratesar og kennari Aristótelesar, hann talaði reyndar fjalla mikið hvað líðræði sé ómögulegt en hann talaði líka möguleika verkaskiptingar og borgríkjana í Grikklandi forna. Skúli Magnússon landfógeti, hvenær var hann uppi? Í kringum, hann tók við embætti 1750. Það hafði ekkert gerst á Íslandi í áraraðir. Hann byrjaði að tala við danska kónginn og hvað gera? Hann fór að tala framboðsskilyrði, eftirspurnarskilyrði og hvernig væri hægt að skapa markað og samkeppni og slíkt. Þannig að það er ekkert, og talaði mikið fyrir því að menn töluðu hagræn málefni af viti. Jón Sigurðsson, það sem heillaði mig við Jón Sigurðsson fyrst og fremst er hvað í rauninni honum var ekkert mannlegt óviðkomandi. Þessi mikli fræðimaður í Norrænu, hann var mikill áhugamaður atvinnulíf og frjáls viðskipti. Hann til dæmis talaði fyrir því þegar Frakkar í fullri alvöru, getið lesum við það í bók Guðmundar Friðrikssonar ævisögunnar, hvað í rauninni það munaði minnstu að hér hefði orðið 5 til 10.000 manna þéttbýli í Dýrafirði fyrir hans atbeina en þá bjuggu eitthvað 400 manns í Reykjavík og fjölgaði ekki 100 ár. Að lokum þetta hér, mér var starfsýnt á kynninguna sem Magnús var með 1. nóvember í fyrra. Hann talaði Icelandic Geothermal Cluster, hann sér svona laga, ekki bara þetta heldur, að klasa vinna og klasa uppbygging, hún getur orðið einn af þeim vélum sem að getur endurræst íslenskt atvinnulíf. Metnaðarfullt en ég er mjög sammála þessu, ég vil bara þakka enn og aftur fyrir mig og gaman að sjá hversu margir eru hér. Takk fyrir.